Komið sæl, ég heiti Eyja Margrét Brynjarsdóttir og prófessor í heimspeki og formaður námsbrautar í heimspeki og ég ætla að kynna fyrir ykkur meistaranám í heimspeki við Háskóla Íslands. MA-nám í heimspeki fræðilegt framhaldsnám í heimspeki og þar farið dýpra í ýmis heimspekileg viðfangsefni heldur en í BA-námi í heimspeki og það felur í sér meiri sérhæfingu heldur en í BA-námi enda gert ráð fyrir að nemendur hafi þegar hlotið svona undirstöðu menntun í gegnum BA-nám í heimspeki. Og svona stóri pósturinn í MA-náminu kannski lokaverkefnið þar sem nemendur vinna ítarlega rannsókn á einhverju heimspekilegu viðfangsefni sem þau velja í samráði við leiðbeinanda. Námið byggist upp, það 120 einingar og tekur 2 ár og byggist upp á annars vegar á námskeiðum og hins vegar lokaverkefni. Og það eru 20 einingar í skyldunámskeiðum, kenningar í hugvísindum og siðfræðivísinda og rannsókna eru skyldunámskeið og svo eru 40 einingar í valnámskeiðum í heimspeki og svo eru í rauninni 60 einingar sem snúast lokaritgerðina. Það eru annars vegar undirbúningur MA-ritgerðar sem hefst strax á fyrsta misseri. Þannig að nemendur eru svona að byrja að undirbúa sig og huga að ritgerðinni strax og svona leggja drög að henni með ýmsum hætti í samráði við leiðbeinanda. Og þannig að það eru 3 misseri sem eru tekin í það og svo ritgerðin sjálf 30 einingar og skrifuð á síðasta missirinu. Nú það möguleiki að taka hluta MA-námsins í skiptinámi erlendis og margir sem hafa nýtt sér það. Inntökuskilyrðin í MA-námi í heimspeki BA-próf í heimspeki sem aðalgrein eða eitthvað sem jafngilt því. Það eru ákveðin skilyrði grunn í heimspeki og það þarf að vera með fyrstu einkunn að minnsta kosti 7,25 úr því námi og hafa skrifað 10 eininga lokaverkefni, það BA-ritgerð sem hefur líka hlotið fyrstu einkunn að lágmarki. Já, eins og ég nefndi þá MA-ritgerðin 30 einingar og gert ráð fyrir að hún sé 70 til 100 blaðsíður eða 20 til 30.000 orð og þar tekið til rannsóknar eitthvert afmarkað viðfangsefni sem kannað rækilega með fræðilegum aðferðum og það auðvitað svona stórt atriði í þeirri vinnu að undirbúa sig meðal annars með því að lesa mikið og það meðal annars það sem á sér stað í þessum 30 eininga undirbúningi fyrir ritgerðina sem ég talaði að lesa og búa til ramma fyrir ritgerð og ýmislegt slíkt. Það að segja í rauninni að finna út og svona móta viðfangsefnið. Og MA-ritgerðin má vera á íslensku eða ensku, hvort sem Nú að námi loknu hafa nemendur gert ýmislegt. MA-próf í heimspeki veitir þetta og nauðsynlegur lykill að doktorsnám í heimspeki, hvort sem hér á Íslandi eða erlendis. En auðvitað ekki allir sem fara í doktorsnám og þetta nám sem hægt að nýta sem undirbúning að kennslu í heimspeki og ýmsum öðrum störfum og þar sem kannski sérstaklega störf þar sem unnið mikið með texta eða þar sem einhvers konar greiningar vinna eða svona þarf að hafa færni í að greina, skrifa texta, finna heildarmynd og fleira slíkt. Nú til að fá meiri upplýsingar þá getið þið farið á netspjallið á hi.is, þið getið spjallað við nemendur námið, þið getið farið á hi.is vefinn eða vef hugvísindasviðs, hug.hi.is og fundið upplýsingar þar eða haft samband við skrifstofu hugvísindasviðs.
Já, ég vonast bara til að sjá einhver ykkar í náminu hjá okkur í haust og takk fyrir mig.